Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og hjá mér í dag hún Margrét Lilja Arnheiðardóttir. Velkomin, Margrét. Takk. Heyrðu, og þú ert ekki hér í fyrsta skipti. Ég talaði við þig einhvern tímann bara í síðasta vetur eða vor og en þú ætlar að fara bara ganga til liðs við okkur þáttastjórnendur í Öryrkjaráðinu. Ég ætla að taka þátt í þessu ævintýri með okkur. Já, ég bara mjög spennt fyrir þessu. Já, við erum bara alveg afskaplega spenntar að fá þig og bara gaman. En ég bara svona, mig langar aðeins að heyra í þér. Þú sagði mér nú svona þína sögu svolítið þegar ég talaði við þig fyrst í þætti og svona frekar dramatíska sögu í rauninni, hvernig þín veikindi komið til og en þú ert samt svona bara í töluverðri virkni og þú ert sem sagt vinnandi öryrki eins og margir í hlutastarfi og þú ert að reyna að vera í námi. Hvernig hefur þetta gengið núna eins og bara í gegnum COVID og hefur geta verið í skólanum? Herri, ég ákvað að taka mig bara smá námspásu þar sem að líka veikindin fóru bara að vinda svolítið upp á sig. Já. Og ég þurfti svolítið tíma bara í að geta einbeitt mér að mér og svo málefnavinnunni líka. Já. Þá sem sagt hjá Öryrkjabandalaginu. Já, Öryrkjabandalaginu og svo er ég í stjórn NPA-miðstöðuna líka. Og í sjálfsbjörgu á landsvísu. Já. Varamaður í stjórn sjálfsbjörgar á höfuðborgarsvæðinu og ég er með puttan alveg á mörgum stöðum. Já, einmitt. Já. Þannig að veikindin undu upp á sig segirðu. Þú sagði mér daginn að þú hefðir farið úr lið. Hvað spjaldtryggslið? Núna nýlega. Já, ég er alltaf eitthvað dettandi úr lið, það er svona meðaltali 5 sinnum á dag. 5 sinnum á dag? Já, svona meðaltali. Svo eru verri dagar sem eru þó nokkuð meira, þar sem að hver hreyfing þá detti ég bara í sundur sko, en þetta var svona með verri skiptunum sem að ég upplifði hérna daginn þegar spjaldtryggurinn ákvað að fara á flug. Og við það eitt bara að reisa mig við, sko, það var ekkert einhver supermann-æfing. Þú varst ekkert að gera einhverja fimleika-æfingar? Nei, og það var einmitt í fyrsta skipti sem ég þurfti að hringja á sjúkrabíl og fara niður á bráðamóttöku til þess að díla við þetta. Já, og þú ert með NPA-þjónustu, þannig að einhver hjá þér allan daginn upp á að þegar eitthvað svona kemur fyrir? Nei, nefnilega ekki. Varstu ein? Ég sem betur fer að þá var vinkona mín hjá mér og þetta gerðist miðnætti, þannig að þetta var einmitt utan tíma sem ég er með aðstoð, þar sem ég er með 50 tíma á viku, sem er bara engan veginn nóg. Maður er alltaf eitthvað að berjast fyrir því að fá fleiri tíma, en það gengur mjög hægt fyrir sig, þar sem að sveitarfélagið er náttúrulega bara ekkert með nóg mikið fjármagn í að veita þessa þjónustu. Sem er náttúrulega bara mjög miður og já, þannig að þetta er svona, maður reynir að vera sem mest á bara einum stað þegar aðstofafólki er ekki á staðnum, sko. Það er svona, það er verra ef maður þarf mikið að fara að hreyfa sig út af því að maður veit ekkert hvað skildi poppa úr. Já. Það er samt náttúrulega bara alveg fáránlegt að reyna að vera bara, þau eru bara að vera á einhverjum punkti in case. Já, ég er bara mjög fegin núna. Ég kom með sjúkrarúm og þá fer þó nokkuð betur mann svona ef maður þarf að hanga þar í einhverja klukkutíma á dag, sko. Einmitt. En hvernig þú veist, til dæmis, fjölskylda þín eitthvað að koma líka á aðstoði foreldra þínir eða eitthvað svoleiðis og vera hjálpa á móti? Þú veist, eru þau bundin af þinni fötlun? Ég hef voða mikið reynt bara að vera eins sjálfstæð eins og ég get, en amma mín, hún er minn aðal stuðningsaðili og stendur sig ofboðslega vel, en það er náttúrulega núna með COVID að þá erum við að reyna sem minnst að hittast
þar sem að við erum báðar í áhættuhóp og maður vill alltaf bara ekki taka neina áhættur. Nei, einmitt. Svo pabbi minn, hann duglegur að koma og hjálpa með svona tæknilegu mál ef það þarf að gera eitthvað eða redda einhverju eða eitthvað svona, hann er svona pabbi, sko. Já. Og en svo býr mamma mín í Noregi, þannig að það því miður aðeins svo langt fyrir hann að skjótast. Já, einmitt. Já, ég vona, þetta náttúrulega bara glata, ég vona að þú fá aukna NPA-þjónustu fyrr en síðar. En þetta bara, það alveg rosa bara hörmungar ástand sko hjá sveitarfélögunum hvað þetta varðar. Það einhvern veginn ekki verið að standa við sko gefin fyrirheit heldur. Fólk sem búið að fá kannski NPA-þjónustu samþykkt ekki að fá hana sem hann var að bíða. Já, og þetta náttúrulega sko að mínu mati þá þykir mér nú frekar furðulegt að mannréttindamál skyldu sitja á sveitarfélögunum og að það skipti máli hvar þú býrð á landinu, hvernig þjónustu þú færð og hvort að mannréttindum þínum sé fylgt eftir. Einmitt. Og það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt. Það alveg út í hróa hött, sko. Það náttúrulega að vera bara sama hvar þú býrð þá átt að fá það sem þú átt rétt á. Já. En svo bara ekki raunveruleikinn og sveitarfélögin bara ekki að fá nógu mikið fjármagn til þess að geta veitt þessa þjónustu almennilega. Og þetta eyrnamerkta fjármagn sem þau setja í NPA-þjónustuna að það klárast náttúrulega bara fyrripart árs. Já, þannig að það bara kvóti á mannréttindi einmitt. Já, og það náttúrulega bara algjörlega sturlað. Þetta bara algjörlega sturlað. Og svo einhvern veginn, svo bara svona, já, ég held að það bara alveg hreina línur og þessi fólki sé einhvern veginn stýrt svolítið inn á hjúkrunarheimilinu út af þessu. Já. Þannig að fólk þarf aukna aðstoð og það bara því að vísa þeim á hjúkrunarheimilinu með gömlu fólki. Það náttúrulega bara hræðilegt að sjá þegar ungt fólk sett inn á hjúkrunarheimili og bara fólk sem á að geta erindi þangað inn þegar það í raun mun ódýrara fyrir sveitarfélögin að veita NPA-þjónustu þannig að fólk fær að búa heima hjá sér og lifa sínu eigin lífi heldur en að setja inn á hjúkrunarheimili. Hjúkrunarheimili, þetta bara eiginlega óskiljanlegt vegna þess að einmitt eins og segir, þetta sko dýrari kosturinn samt einhvern veginn. Þetta einhvern veginn svona í einhvers konar hagkvæmnisformi samt virðist vera fyrir sveitarfélögin að gera þetta. Ég hugsa að þetta hlýtur að hafa eitthvað að gera með þetta eyrnamerkta fjármagn sem er í þessum mismunandi málaflokka og einhver svona bókhalds vesen, sko. Já, ég held að það hljóta að vera. Af því annars veltum maður fyrir sig minna af hverju ættu þeir annars að velja sko dýrari kostin. Nákvæmlega, maður að hugsa þetta bara í peningum. Já, einmitt. Þetta rosa furðulegt. Já. En hvernig, þú tókst pásu frá skólanum, þannig að þú ert ekki búin að vera að fara í skólan í COVID og einhverju svona eitthvað slíkt. En ertu það búin að vera, ertu búin að vera bara mikið heima síðustu mánuði? Já, síðan 1. mars í rauninni, þá hef ég bara meir og minna bara verið heima og bara í sjúkraþjálfun þegar það hefur verið opið. Það er svona eina sem maður hefur svona gert að viti og ég bara fegin að ég get sendt aðstofa fólki mitt út í búð og svona þannig að ég þurfi nú ekki að vera útsett fyrir einhverju smiti. Nei, einmitt. En ertu með marga starfsmenn eða? Ég með 2 í vinnu hjá mér núna. Já. Og svo er ein sem bara hleypur til svona ef það þarf, sko. Já. Mér minnir að það hafi verið hann Rúnabjörn þegar ég talaði við hann sem sagði mér að hann hefði einmitt þegar hann var með aðstoð frá sveitarfélaginu þá voru svo ofboðslega margir alltaf að koma í heimaþjónustuna. En það séu svona, núna séu það bara svona úrvala lið, sko. Já, það er náttúrulega þegar maður er með heimaþjónustu þá náttúrulega bara sá sem er á vakt í sveitarfélaginu í rauninni sem að kemur og maður hefur voða litla stjórn á því en með NPA þá hef ég getað ráðið til mín 2 frábæra stelpur sem að við erum á svipum aldri, við eigum margt sameiginlegt
og maður þarf náttúrulega að vera með manneskju á heimilinu sem maður getur treyst og þetta er náttúrulega mikil nánd og maður er að hleypa manneskju í rauninni bara inn í sína fjölskyldu. Já, og maður þarf náttúrulega að geta treyst henni og stólað á hana. Fyrir utan það að maður vil svona helst geta komið vel saman, þannig að það sé nú þægilegt að vera heima hjá sér. Einmitt, nákvæmlega. Það er náttúrulega bara þannig líka að flest svona brot sem eru gerða á fötluðu fólki er einmitt af svona fólki sem er að hugsa það. Sem er náttúrulega hræðilegt. Fólki sem að það í rauninni reiðir sem mest á. Já, og það er náttúrulega miklu meiri hætta á því þegar einhver er að koma sem maður þekkir ekki neitt og veit ekki í rauninni hver er og getur ekkit almennilega stólað á að þetta verði fara alltaf best. Já, og þú getur ekki sko rekið hann eða skilur, þú ræður ekki, ég meina, þú hefur ekkert að segja með hvort að hann sé aðstoðið eða einhver annar. Nei, valda misjöfnuðurinn verður svo svakalegur sko. Já, einmitt. En að vera með mína eigin starfsmenn þá get ég ráðskast með hvað á að gera og svona. Einmitt, það er nú gott. Heyrðu, við fréttinar bara núna í liðna daga eru búin að vera svolítið svakalegar. Öryrkjabandalagið eins og við munum birti kökumyndband sem var svolítið svona ádeila á kökumyndbandið hans Bjarna Benediktssonar á sínum tíma og þar var verið að ítreka að laun eða sem sagt greiðslur til örorkulífeyrisþega séu 3/4 af þriðjungur af lágmarkslaunum og það eru 80.000 krónum lægri heldur en lágmarkslaun. Þetta hefur örugglega farið eitthvað verulega fyrir brjóstið á honum. Af því að hann er komin í einhvern svona árásarhug. Ég upplifði bara þannig. Hvernig upplifðir þú þetta? Gagnvart öryrkjum? Nú er hann bara komin aftur með þessa möntru að það sé allt of mikið af öryrkjum, það þurfa að fækka öryrkjum. Vondu öryrkjarnir, svindlararnir er að skemma fyrir hinum öryrkjunum. Hvernig upplifðir þetta? Mér finnst náttúrulega sko fyrir það fyrsta bara fáránlegt að fjármálaráðherra skuli láta svona út úr sér. Og svo einmitt bara svo mikið rugl út af því að það er engir vondir öryrkjar, það er engir svona svikahrappar þarna inn í þetta er allt fólk sem á skilið mannréttindi og mannsamandi tekjur og þrátt fyrir veikindi og annað og ég held að þetta er nú ekki svo eftirsóknarvert að maður fari eitthvað að reyna að ljúga sig inn á þetta. Nei, mér er svo merkilegt að það er einhvern veginn, sko það er svona hópur í samfélaginu sem að trúir því að það séu svona atvinnu öryrkjar eða einhverjir sem eru svona bara svindla sig inn á örorku. Þetta er náttúrulega, maður er alltaf að heyra þessar sögusagnir að frænka, vinar, bróður, ömmu minnar, hann er bara að ljúga, eða þú veist. Já, en það er náttúrulega bara alls ekki svoleiðis, ekki einu sinni í þessum tilveikum sem að fólk er að vitna í út af því að margt er bara, þú veist, það kemur ekki öllum allt við. Nei, það er nefnilega máli. Fólk getur verið með meltingasjúkdóma og verið með sjúkdóma sem það vill bara ekkert að fólk vita endilega af sem gerir það óvinnufært. Já, en það þýðir samt ekki að þessu að ljúga. Nei, nákvæmlega. Já, og þó að það sé einhver sko frændiðinn, þetta er nú bara frændi minn, ég þekki hann sko og hann bara, ég get bara alveg fullir það að hann er bara, þú veist, svo er hann bara að vinna svart og eitthvað svona og þú veist, og þá hugsa maður svona, já, auðvitað, ég meina, og fólk gerir alls konar til þess að redda sér það því að það lifir ekki á örorkunni. En þetta ýtir náttúrulega bara En þetta með frændan, skilur og maður hugsa einmitt bara, hvernig, þú veist ekki endilega hvað frændiðin er að díla við, þó hann sé frændiðin. Þetta er náttúrulega bara ýtir undir það að þú veist, það að þessar tekjur eru bara langt undir lágmarkslaunum. Það ýtir náttúrulega bara undir það að fólk þarf að vinna svart. Fólk já, til að komast af.
svo fór nú bara svolítið fyrir brjósti á mér þessi seinasta setningans í þessum pistli eða þessu að fólk sem að aldrei fékk tækifæri og eitthvað svona og mér finnst það bara virkilega illa orðað út af því að ég vil nú bara alveg meina þó að ég hafi fæðist með minn sjúkdóm þó að ég veiktist ekki seinna og fólk sem fæðist fatlað og veikt og annað, ég vil nú bara meina að við höfum öll fengið tækifæri þó að þetta sé ekki nákvæmlega sömu tækifærin og hann Bjarni Benediktsson hefur fengið. Þá hefur við bara, mörg okkar lifum bara góðu lífi og bara út frá okkar, spilum bara með þau spil sem við erum með á hendi og það bara, mér finnst það bara svo maður sér bara í þessu öllum texta að hversu mikið hann lítur niður á fatlað fólk og bara ég þori bara að segja mannvonska í rauninni. Þetta er einhvers slags mannvonska finnst manni. Ég get ekki skilið hennan hugsunarhátt, það er bara svolítið þannig. Þuríður Harpa er búin að svara honum á einhverjum vikstöðum sem hún hefur gert mjög vel og það er náttúrulega og kjarninn hrekur í rauninni hans dæmi líka og það er í rauninni hægt að segja bara hans beinlínis að hann sé að ljúga. Hann er bara í rauninni að setja fram tölur sem að bara ekki standast og fleira í þeim dúr. Og ég velti því bara fyrir mér, ég einhvern veginn, mér finnst svo oft sem að þingmenn að fara með svona rangindi gagnvart öryrkjum. Þú veist, að segja, bara fara með einhverja fleipur í pontu Alþingis eða einhvern veginn innan þingsins. Og ég er alveg bara alvarlega farin að hugleiða það, hvort að þetta eigi ekki bara vera, bara svona varða við sektir að, þú veist, segja eitthvað svona rugl. Gefa svona misvísandi upplýsingar þennan hóp af því þetta er svo svakalega skaðilegt. Þetta elur svo rosalega fordómum. Þetta smittar út frá sér og þetta er náttúrulega bara þetta er svo furðulegt að öryrkinn er alltaf vondi kallinn. Og ég skil það ekki út af því að það er ekki eins og við höfum beðið þetta það er ekki eins og maður er eitthvað svona, já, heyrðu, það hentar svo vel að verða fötluð í dag, þetta er bara góður dagur fyrir að verða fötluð. Já, bara, og ríki er að gefa svo vel í hennan málaflokk, við skulum bara reyna að fara á örorku. Þetta er náttúrulega málaflokkun sem er alltaf einhvern veginn skorið á og reynda að minnka öll útgjöld og annað, en maður spyr sig bara hvort að það sé virkilega þannig að fólk vil meina að fatlað fólk eigi ekki rétti þess að lifa mannsæmandi lífi. Af hverju eigum við ekki að eiga sama rétt og allir aðrir til góðs lífs? Það er nefnilega málið. Þetta er bara rugl. Já. Og svo koma aðrir og segja, ég meina öryrkjar í Íslandi hafa rosalega gott í með önnur lönd. Og ég set stórt spurningamerki við þetta, þar sem að þetta er bara, þetta er svo furðulegt einhvern veginn að fólk geti haldið þetta út af því að til dæmis bara ég í fyrra að þá dirfðist ég að vinna og ég vann aðeins of mikið sem að ég samt gaf alltaf upp í tekjuáætlun og fylgdi öllum reglum og passaði upp á allt og annað. En svo fæ ég bara tilbaka, ég skuldi 400.000. Og svo í skattauppgjörinu þá kemur fram að tér margnýtti persónuafsláttinn minn og það skulda ég aðrar 400.000. Og svo í ár að þá, þarna er dregið af alltaf náttúrulega út af því að ég skulda þarna og maður borgar það samviskusamlega og þó þetta voru vissulega ekki mín mistök að þá, og það var ekki eins og ég lifði einhverju lúxuslífi heldur, ég bjó í lítilli 30 fermetra íbúð og þetta er ekki eitthvað, ekki sem bjó í einhverju svaka höll, og og í byrjun ása þá dirfist ég að vinna og fara á ráðstefnu og þéna eitthvað 250.000 kall
Nei, það gerir það verkum að ég núna þá fæ ég 190.000 til svona 205.000 á mánuði, en leigan á íbúðinni sem ég í, sem ég þurfti að stækka við mig út af því að ég nú komið með fleiri hjálpatæki og annað, hún 200.000. Já, þannig að þú átt að lifa bara síðan á loftinu. Já, og bara á minna en það. Já. Þegar maður komin í 10 skall í mínus bara við að borga leiguna, en maður þarf að kaupa lyfin. Fór í apóteki bara í gær og keypti lyf upp á 16.000 kall. Já, Og það ekkert í fyrsta skipti. Það ógeðslega dýrt að vera öryrki á Íslandi. Já, það þannig. Það það sem að fólk áttar sig ekki á líka, og það þessna sem að það pirrar mig alltaf þessi umræða varðandi það að við ættum allavega að ná upp í lágmarkslaun. Við ættum að vera með meira heldur en lágmarkslaun, af því kostnaður okkar almennt meiri. Það venjulegt fólk út á götu ekki farandi til sérfræðinga og borgandi þessi gjöld sem að fylgir því að það ekki samningu í sjúkratryggingar eða allir þessi auka gjöld sem fylgir því að fara í sjúkraþjálfun út af því að það ekki samningu í sjúkratryggingar og fyrir utan lyfjakostnað og bara allt þetta fljótt að ég sá einmitt að það var hjá borginni þetta Sanna Magdalena var einmitt að gagnrýna þetta með akstursþjónustu fatlara hjá borginni. Það sumir fatlaðir að borga yfir 100.000 krónur í akstur. Af því að fatlaðir geta ekki fengið að kaupa svona einhver kort sem að dreifa aksturinn eða skilur sambarlegt við bara strætókort. Og þannig að það ekki hægt að nýta eitthvað svona magnafslátt. Nei. Og þá einhvern veginn kemur þetta út þannig að sumir eru bara að borga yfir 100.000 krónur í akstur. Þetta bara svona klikkað. Það rosalegt. Þetta klikkað. Maður bara gáttaður. Þegar maður byrjar að pæla í þessu, að þá enda maður bara með að maður hristir hausinn og veit, maður hefur ekkert svar. Nei, maður hefur ekkert einhvern veginn, og þetta bara svo sturlað allt saman. Já, ég veit það, þetta svo sturlað. Svo finnst mér svo bara, ég búin að lenda í því núna að mitt að vera svona ræða alls konar þessi mála á bara samfélagsmiðlum á Facebook og svona. Og það alltaf einhverjir sem koma og fara að tala eins og núna sá ég komment varandi þegar ég var verið að deila þarna kökumyndbandinu frá EBI að það var alltaf einhverjir en öryrkjar eru samt með svo mikil hlunnindi. Og þú veist, og fara að spyrna okkur við láglaunahópa, nei, þeir geta náttúrulega ekki verið með tekjur, þú veist, sömu tekjur og vinnandi fólk. Svo það kom alltaf svona einhvern veginn inn á milli einhverjum svona raddir sem að maður hugsaði, já, það fullt af fólki þarna úti sem að heldur að við séum með rosalega mikil hlunnindi. Þannig að Ég myndi allan daginn frekar velja það að vera með mannsæmandi tekjur heldur en það að vera með þessi hlunnindi Já, fá aðeins ódýrari í strætó. Getur ekki nýtt það? Ertu ekki alltaf í strætó? Alltaf í strætó, það svo þægilegt þegar maður í hjólastól skal ég segja. Það nefnilega málið. Þetta svo ýmis þessi hlunnindi fólk að geta ná að nýta sér. Sund og ókeypis í sund og ókeypis í strætó eitthvað. Ég get ekki nýtt með þetta. Ekki ég heldur. Ég held að sé bara brot af fötluðu fólki sem að geta nýtt þetta. Og svo veit ég nú ekki til en að seinast þegar ég fór í sund þá hef ég nú bara alltaf þurft að borga bara fyrir það og það ekkert ódýrt. Ég hef ekki séð neitt ókeypis í sund neins staðar, ekki ennþá allavega. Það kannski bara, fötluð út, ég veit það ekki. Þú átt að fá ókeypis í sund. Þú átt náttúrulega að eiga svona örorkuskírteini sem að þú átt að geta sýnt og fá ókeypis í sund. Nú, ok. Já, þú vissir þetta ekki einu sinni. Nei, nákvæmlega. Það sýnir hvað Tryggingastofnun að standa sér í stikkinu. Þeir eru líka hættir að gefa út örorkuskírteini almennilegt. Þeir senda fólki bara svona ljósit. Eða þú veist, bara svona bréf eða eitthvað. Ef það biður það held ég, eða hvort þú farið það fyrst. Þegar þú ferði gegnum mati og þú þurft að klippa út þennan pappísmiða og bara plastan sjálfur. Já, ég með þennan pappísflipa í veskinu en þetta er ekkert eitthvað sem að Sund með því að sýna þennan pappísflipa. Ég held að það er bara ekkert upplýst heldur nógu mikið þetta heldur. Nei, einmitt. Utan að ég vil nú ekki kalla þetta eitthvað hlunnindi. Einmitt. Þetta er en sumir kalla þetta hlunnindi, þetta eru afskaplega mikil hlunnindi. En svo er ég er núna til dæmis búin að vera að vinna smávegis,
eftir langt hlé frá vinnu, launavinnu og ég að lenda, þú veist, ég bara svona að sjá svart á hvítu skerðingarnar, sko, og og á sama tíma ég að átta mig á því að því að ég í svona bara 20% vinnu, að þá ég að sjá, sko, að ég mun vera með það lágar tekjur, heildartekjurnar munu samt, sko, hækka heildartekjurnar mínar það mikið að ég mun eflaust fara yfir öll svona tekjuviðmið hjá til dæmis LÍN sem ég geta, sko, fryst námslánin mín og þú veist, ég verið með það lág tekjur að ég fengi afslátt af fasteignagjöldum og eitthvað slíkt. Ég mun pottet fara yfir þetta af því að sem sagt, heildartekjur, af því það alltaf sko, heildartekjurnar reknaðar og þær munu hækka töluvert, örugglega allavega 1 milljón og en þrátt fyrir það ég kannski bara að fá, þú veist, 13-14.000 krónur á mánuði í vasann. Þannig að ég óttast það, ég ekki búin að reikna þetta nákvæmlega út, en ég óttast það verulega að ég sé að fara að koma út í mínus. Svona þegar uppi staðið, þegar allt reiknað með. Já, það einmitt það sem ég lenti í fyrra, þú veist, að vera að vinna eitthvað smávegis, þú veist. Það bara, þegar ég skilaði skattframtalinu og annað og sá þessi mistök sem að Tryggingastofnun hefði gert, sem að ég sitt uppi með að borga fyrir, ég mitt hugsaði bara, þú veist, af hverju yfir höfuð ég að reyna þetta? Já. Af hverju ég að reyna að vera að vinna ef að þetta kemur svo bara svona í hausinn á mér og maður þarf að vera eitthvað lifandi á loftinu næsta árið. Þetta er svo furðulegt að maður einhvern veginn getur ekki skilið þessa útreikninga. Nei, en svo alltaf í hinaröndinu alltaf verið að tala sko, einhvern veginn að öryrkjar þurfi geta unnið og það þurfi að vera sérst í boði hlutastörf og það þarf að vera og eitthvað svona og það þarf að ýta undir virkni öryrkja og náttúrulega helst af öllu að koma á starfsgetumati og eitthvað svona sem náttúrulega alveg frálegt. En á sama tíma bara okkur ekkert gert kleift að vinna. Nema bara þurfa að borga með okkur. Maður spyr sér hvort að, þú veist, maðurinn út á götu myndi taka sér vinnu ef hann vissi að hann myndi tapa á því. Já, það er nefnilega málið. Hver gerir það vísvitandi? Fólk skítrætt við að lenda með reikningin í hausinn. Það fá hann í hausinn út af því að margir geta bara ekkert stað undir því. Nei. Það er ekki eins og við séum með það háar tekjur að maður geti sett inn á sparireikning og annað. Út af því að svo náttúrulega verður maður skítrættur við fjármagnstekjurnar eða þú veist þetta og allt þetta sem að fylgir og er svo reiknað inn í þetta mat hjá Tryggingastofnun yfir hversu mikið við fær svo útborgað. Þannig að maður tapar á því að spara pening og þú veist, þetta er bara... Þú tapar einhvern veginn hvernig sem þú snýrðir. Já. Þetta er svona... Það þarf ekki mikið gerast. Þetta er svona, og meðan að við erum einhvern veginn að berjast í þessu, að þá kemur Bjarni Ben og bara einhvern veginn, lýsir yfir bara, það er að koma kosningar og bara hann í stríði. Þetta er svo ótrúlega hans svona, villains einhvern veginn í næsta stríði, það er alveg augljóst. Og mér finnst þetta bara að sjá þetta út og því að maður er líka sem ungur öryrki og ung fötluð kona að það er maður líka að sjá að það er aðalega ungt fólk sem er að fá synjun frá Tryggingastofnun bara trekk fyrir örorkulífeyri þrátt fyrir að þau geta ekki unnið og endurhæfingin er fullreynd en það virðist ekki vera nóg fyrir Tryggingastofnun og ég bara skil mjög vel að fólk verður virkilega sárt þegar það sé svo fjármálaráðherra þjóðarinnar koma fram með eitthvað svona þegar þeir eru búin að vera með ríkið svona á móti sér í marga mánuði. Þetta er bara sorglegt. En og ég vona einhvern veginn bara, ég vona hann átti sig á því hvað hann er að, sko, hvað slags, það er eiginlega ekki tækt samt að segja svona, hann náttúrulega bara áttar sig alveg á kannski hvað hann er að segja. Ég veit það ekki. Maður er okkur svona að vona að hann breytist í mannsku.
Já, ég held að það verði seint, held ég. En náttúrulega bara pjúra föllun og fordómar og ekkert annað. Já, og bara fötlunar og fátækt og fordómar og allt, þetta er bara ofsalegir, já, bara einmitt, það vantar einhverja mannúð þannig. Það má náttúrulega Og skilning á einmitt, lífi fólks sem verður fyrir fötlun og veikindum. Þetta er svo, já. Þetta er náttúrulega í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlað fólks að það náttúrulega kemur skýrt og greinilega fram að mismunun á grundvelli fötlunar er bannað. Það bara á ekki að gerast. En hérna á Íslandi að þá er þetta einhvern veginn hvert sem maður snýr sér, bæði í hvernig fólk talar, hvernig fólk hagar sér, í kerfinu. Og maður spyr sér bara hversu lengi á þetta viðloðast. Af hverju eru öryrkjar alltaf vondikallinn? Já, einmitt. Akkúrat. Heyrðu, við ætlum allavega að vonast til þess með þáttunum okkar líka að þá vonastu til þess að líka bara sýna fólki að við erum alls konar og við erum bara venjulegt fólk. Og við ætlum ekki að skríða ofan í einhverju holu. Nei, við þurfum að vera sýnileg. Við ætlum að vera sýnileg. Þannig að og ég bara býð þig aftur hjartanlega velkomna bara í liðið okkar í Öryrkjaráðinu. Og Bára, hún hefði nú viljað vera með okkur núna en hún er að glíma við veikindi. Hún er einmitt að þessa dagana búin að eyða rosalega mörgum vinnustundum í að vera veik. Og það er nú eitt einmitt, þetta með stundirnar, ég er ofta að pæla í því einmitt, þetta með að vera öryrki eða hafa litla orku í launavinnu, en maður er náttúrulega nota bara tímann sinn í aðra baráttu, aðra vinnu. Maður er veikur 24 klukkutíma vikunar, við 27 tíma daga. Þetta er, og ekki fær maður neitt sumarfrí eða vetrarfrí eða orlof eða annað. Og svo er maður svona mikið veikur og misslappur og hún er einmitt, það kemur svona bylgjum hjá henni og hún er búin að vera núna bara mjög mikið lasin. Og hún er til dæmis eiginlega bara alltaf rúmliggjandi þegar maður tala við hann í síma. Og af því hún er bara hund veik, en ég vona að hún bara geta verið með okkur og fljótlega aftur. Og já, ég bara hlakka til að sjá hana komast upp á rúminu. Sem að það hlýtur nú að koma sá dagur. Af því að hún líka gengur í bylgjum eins og við mörg. Hvernig ert þú búin að jafna þig svona mestu leyti eftir að fara úr lið? Já, þetta er náttúrulega allir vöðvar og annað fara náttúrulega í brjálagan spasma og maður er slæmur í einhverja daga eftir en núna er næstu 2 vikur síðan, þannig að ég er svona aftur orðin svona mín eðlilega ég en á móti kemur þá að það eru bara önnur innibli og annað sem ákveða bara að hætta að starfa og það er alltaf skemmtilegt. Það er alltaf svona einhver skemmtiatriði líka í þínum sjúkdómi. Það þarf að vera asar. Já, einmitt. Heyrðu. Við vonum að þú fáir svona smá breyk inn á milli til að gera þátt og þátt fyrir Öryrkjaráðið. Já, ég er bara mjög spennt fyrir þessu og hlakka til samstarfsins. Já, sömuleiðis. Og ég ætla bara að þakka áhorfið í dag, kæru áhorfendur, og minna á rauðaborðið sem er hér yfirleitt öll kvöld klukkan 20:00. Og svo sjáumst við bara í Öryrkjaráðinu næst. Takk fyrir í dag. Takk Margrét Lilja.